Sælveriði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í dag þá ætlum við að nýta flugu sem eftir lærimeistara minn, Jón Sigurðsson, og hann nefndi eftir Jóni heitnum Pedersen formanni, og þetta fluga sem hann nefndi bara Butterfly Pedersen. Þetta sýnir ykkur hérna hvernig þetta lítur út. Munurinn kannski á Butterfly Pedersen og svo venjulegu fyririldunum hans sá að hann með kúlu á Pedersen fyririldrinu, og þau eru öll, þessi alltaf svarta kúlu, og þau eru öll svona yfirleitt frekar dekkri og minna einhverja mjög skæra liti. Hérna rauðu, og svo erum með búkinn á þessu bara úr þessum tveim, úr bara, þetta úr grásleppuneti. Já, ekki þannig, en þið getur notað náttúrulega sjálfsögðu í stæðan fyrir grásleppuneti, bara vínilribb eða eitthvað sem í svipuðum lit. En við ætlum að nýta Pedersen Butterfly. Þetta gríðarlega skemmtileg fluga og sterk. Og það sem einkennandi fyrir þessa flugur, það ekkert skott á þeim eða stíl eða neitt. Og þetta tiltölulega einfalt í hnýtingu. Við förum með þráðinn hérna aftur á, og þráðinu sem við erum að nota núna sem sé Semperfli nanosilk sem 50 denier, og í búkinn á þessu fyririldi þá ætla ég að nota sem sé rauðan vír sem að hægt að fá í eins og flugubúlinu og fleiri góðum stöðum. Vírnum hérna niður bara ofan á legginn, og við erum að nota, ég reyndar að nota alltaf stóran krók í þetta. Þetta Curved Nymph frá Arex sem númer 8. Curved Nymph sem sé hér, nema þetta örugglega 8 eða 10 sem nota, ekki 12. En þið getur nýtt þetta náttúrulega sjálfsögðu númer 10 og eitthvað, einhverju smerra líka sko. Þannig að búkurinn á fluguna kemur hérna, sjáðu þið. Og Jón var rosalega hrifinn af þessari flugu í rauðri útgáfu. Það að segja með rauðum vír í búkinn. Og ekki bara Jón, heldur fiskurinn var talsvert innkeyptur fyrir þetta líka. Og ég veit ekki til þess að fyririldin hans Jóns hafi birst neðstaðar nema bara einu sinni í tímariti Veiðimannsins. Mér ekki kunnugt að það hafi birst annars staðar opinberlega, og þá bara birtast þar ekkert svo löngu áður en hann fellur frá, eða sem sé áður en hann fellur frá þarna 2015, og þetta birtist bara einhverjum, ég veit ekki, 2-3 árum áður í Veiðimanninum. Þannig við ætlum að halda þessum flugum hans Jóns vina minns og veiðifélaga. Við ætlum að halda þeim hérna til hlés á rásinu og nýta þær og varðveita þær þannig. Við látum þetta gott heita vírnum. Við þurfum þetta pláss hérna sem við skiljum eftir í lappirnar á fyririldinum, og þið getið notað, sjáðu við, og tökum við þetta svona, og helikópter vírinn í burtu, svona. Þið getið notað í lappir á fyririldinu, getið notað brúnan eða svartan hana eða hænu. Ég ætla að nota hérna gulan grizzly, bara svona af því þetta hérna við hendina, og með gulur grizzly passar ágætlega við hérna rauðalitin. Og við erum ekki að fara of dressa lappirnar á þessu neitt, heldur bara hérna setja þannig að séu hérna augljóslega lappir á þessu, og þær eiga sem sé bara hérna snúa aftur. Það alltaf sem 2-3 vagningar af löppum í þetta, alveg yfir nóg, og þetta í rauninni meira en nóg það sem við erum komin með þetta á krókinn. Klippum við þetta bara í burtu.
og reynum að var mér kannski náli til þess að taka svona það sem fór undir það eru fanir. En firildin eru sem sé, eru gæddir í náttúru og þau veiða allan fisk í íslensku ferskvatni. Snirta þetta aðeins til, annars verður þetta undir þetta á eftir. Þið getið notað í væng á þessu, getur verið að nota bara fasana stíl. En ég ætla að draga þess út af leiknum að því að við erum með þannig flugu og nota fjöður af einhverju kvikindi sem sent frá Þýskalandi. Þetta bara gult og blátt, lítur ágætlega út. Ég veit ekki hvað fugl þetta þannig að þið notið bara fasanan í skrítin fugl og ekkert af því. Gott með fjæðrir, það að snúa upp á þetta, hlýði og þið sjáu að þið þetta dökkt og gult og sjáu ekki með litskipting í vænginn, það er skemmtileg. Svo setjum við þetta ofan á. Og það samkvæmt Jóni á að vera frekar þykkur vængur á þessum firildum. Þannig að við klippum þetta og festum þetta niður ofan á, svona. Svo var Jón nokkuð séður með þessa flugu. Það er út með mikið bölkaða fjöður á framann. Það var ekkert að fela þetta svæði og það gerði hann með bara peacock, sem sé fönum tveim, til þess að fela tinnasvæði á hausinn. Peacockin kemur og svo vefst þetta utanum svona og nú komum við þetta á, þá var bara hnútur eftir og klippa vænginn og Jón klippti vænginn á firildunum, skal sýna ykkur það. Tvöfaldan hnútirinn á þetta. Hann klippti vænginn á þessum firildum sínum alltaf og eiginlega öllum flugunum sínum. Við séum púpurnar eftir hann eins og Herdísi og Dagbjörtu og Brunku og fleiri. Þá eru þær allar með klipptan væng og Jón sagði bara, þetta mjög einfalt. Klipptur vængur, fiskar miklu meira. Og ekki lýgur Jón. Þannig að við erum að fara að klippa þetta af og við sjá þessi Þannig að það komið til börtu að klippum vænginn einhvers staðar Svona. Og þá erum við komið með þetta svokallaða fiðrildi eftir Jón Pedersen, eða Butterfly Pedersen, eins og Jón Sigurðsson kallaði þetta. Og við erum bara eftir að henda smá lakki sárið á þessu. Og þá erum við bara good to go. Ég er búin að vera á leiðinni að nýta þessa flugu lengi. Og loksins gefst tími í það. Fullt af flugum sem búið að biðja þetta eina af þeim. Þannig að Butterfly Pedersen er bara klár. Þið séuð. Glæsileg fluga. Og við herða þetta. Við höfum eftir bara herða þetta með ljósinu og svo með ég gera áskriðar á rásinni. Deila vídeónu og setja like á það. Og já, þangað til í næsta vídeó. Þakka ég ykkur bara kærlega fyrir áhorfið. Takk fyrir.